Hvað það sem fer gegnum hugan og mannsins hjarta þegar líður á jólum? Í það minnsta það ekki hugsunin að jarða saklaust barn. Það varð hins vegar hlutskipti af og ömmu í Ólafsfirði. Þorvaldur Þorsteinsson og Sveinsína Jónsdóttir eignuðu sitt 3. barn í október 1940. Fyrir áttu þau 2 börn, Gunnu sem var fædd 35 og Jón fæddur 37. Þau eru sem sagt 5 og 3 þegar þetta gerist, þegar þetta kærkomna 3. barn kom í heiminn. Hún fekk nafnið Þóra Snjólug en fekk ekki að lifa lengi. Fædd 10. október, dáin 14. desember og jarðarförin fór fram milli jóla og nýjárs. Ég fekk Gunnu frænku til að segja mér frá þessum atburðum í október fram á jólum 1940 en hún mundi það mjög vel. Til viðbótar fékk ég æskuvinkonu hennar, Evu Viljámsdóttur, til þess að segja sína minningu en hún átti heima niðri í bæ og horfði á þegar fólki gekk með kistuna niðri í garð. Hún byrja náttúrulega mótni til, minningin. Ég man bara eftir grát og aftur grát og aftur grát. Og svo gerist það nokkru seinna að hún grætur miklu sárara. Þá kallar mamma í mig og segir: Gunna, hlauptu að Brekkugötu 9 og láttu ömmu þína og Abba beða ömmu þína að fara til Abba og hringja í pabba því hann var farin að vinna. Svo fer við, sem sagt, amma kemur með mér út á Brekkugötu 7 og þar Þóra grátandi. Þá tekur amma mig og Jónsa og fer með mig söður félagshúsins við köllun og segir við okkur: ég ætla að fara til Abba og hringja og fá fleiri. Svo hringir hún en setur okkur, sem sagt, segir okkur að setjast þarna því hún þurfi að fara út á Brekkugötu og við verðum að bíða á meðan hún fari út eftir. Við vorum við gluggann sem snýr í vestur á stofunni á félagshúsinu og þá tek ég eftir því að presturinn, ljósmóðurinn, læknirinn og pabbi koma upp brekkuna og ég segi við Jónsa: Jónsi, nú eitthvað mikið að henni Þóru systir. Og við biðum og svo kemur amma til okkar, horfir á okkur og segir: Þóra systir ykkar dáin. Þið eigið að koma út á Brekkugötu og kveðja hana. Og við fórum með henni, það var búið að búa Þóru þannig að hún var í leðurskjólnum sem mamma hefði saumað á hana. Og hún var ofan á skáp sem pabbi hefði fengið sem stofumöbla. Og amma lét okkur kissa hana á vangann. Það eina, að því nú orðin gömul og búin að sjá lík núna í dag, því oft hugsaði að akkur var hún ekki köld líka. En það væri að því að við komum strax til þess að kissa hana. Og þannig raunverulega minning mín hana systir mína. Manstu eftir jarðarförinni? Nei. Ég man ekki eftir jarðarförinni, ég man ekki eftir neinni sorg. Ég man ekki eftir að veri talað þetta á nokkurn hátt. Og
Ég hallast helst að ég verið last á við Jóns einhverstaðar inn í einhverju herbyggi þegar jarðarförin fram. Og ég man aldrei eftir að það hefði verið minnst á þetta. En svona var þetta í gamla daga að það börn máttu ekkert vita dauðanum. Og ég veit ekki hvort ég hef gert mig grein fyrir dauðanum þó ég sé að segja frá þessu núna. Þegar ég var 8 ára gömul, þá mér minnisstætt jarðarför. Ég sá Þorvald Þorsteinsson bera líkkistu litla eftir Aðalgötunni og í henni var lítil dóttir hans. Og það það eina sem ég man eftir, það Valdi með kistuna. Ég man ekki eftir að ég hafi séð fólkið, en það hlýtur að hafa verið náttúrulega fólk á eftir. En ég átti heima þarna í Kirkjuvegi 2 og það var farið eiginlega rétt fram hjá húsinu. Og mér fannst þetta svo sorglegt að líklega man ég þess vegna eftir þessu. Þegar ég les minningagreinar þar að lítið börn deyja, þá dettur mér alltaf í hug Tóra systir. Vegna þess að hún svo sterkt í minni mínu sem eitt systkini því við vorum bara 3. Hún var yngst af okkur. En svo eignuðust náttúrulega fleiri. Nú eru þær báðar dánar, Gunna og Eva, og hvíla hér stutt hvor frá annari í kirkjugarðinum í Ólafsfirði. Gunna ekki langt frá foreldrum sínum, né heldur Eva frá sínum foreldrum. Öll hvíla þau hér í garðinum í Ólafsfirði. Afi Valdi var í eðli sínu einfari. Hann átti það til að sulla í víni, en hann átti það líka til að skrifa ljóð. Og hann skrifaði einmitt ljóð þennan barnsmissi, sem hét einfaldlega og heitir enn í dag Þóra Snjólaug Þorvaldsdóttir minning. Fölna hér á foldu, fögur og flytja ung til hvílu í mjúkri moldu, sú mannleg raun þung. Við sveipum sorg á sinni og syrgjum þungum dóm, en lítum ei ljósin inni sem ljóma hinn dánu blóm. Ó Guð, þú gefur og gleður hryggalund, þú hæsta valdið hefur sem hljómar á dauða stund. En birtu bregður yfir, þó bitur virðist sorg, hjá þurrum eilífi lifir sálin í sælu borg.